Elías Kristjánsson, þjálfari Þórs. Eli, brátt koma jólin, brátt kemur næsti leikur, Skaginn. Hvernig leggst þið í? Bara mjög vel. Við erum alveg tilbúin í þetta. Seinasti leikur fyrir jól, þannig að við gefum allt í þetta. Það var ekki slæmt að fá einn sigurleik í jólagjöf. Sko, ef ég man rétt, þá voru þeir þegar þeir komið að séðast með amerískan leikmann þvílíkur nagli, kippti sér hérna í lið þegar fóru lið á putta, gerðu okkur lífi leitt. Það slapp fyrir hornið okkur, þessi maður er komin aftur til þeirra. Já, þeir skiptu gamla kannunum út og fengu Warren aftur og hann er náttúrulega bara fáránlega góður, snöggur, lítill, erfitt að ráða við hann en við erum með ýmislegt í pókerhorninu sem við ætlum að reyna að nota til að stoppa hann. Eli, er undirbúningurinn eitthvað öðru sem núna heldur að venjulega? Tekur Gunni Mald til dæmis eitthvað þátt í þessu, er hann eitthvað að peppa ykkur upp? Já, hann er aðalega bara á veðurstöðinni og segja okkur hvernig veðrið er. Það er náttúrulega svona útlit fyrir því að það verður alltaf ófært á morgun en við bara göngum út frá því að leikunum verði á morgun. En segðu mér, ég hef alltaf að reyna að tróða Gunna Mallin, en það athyglisíkinni og hún dálítið mikil, en hvernig með Söru, er hún ekki hlúir hún ekki vel að liðinu? Já, yndislega sko, hún tekur allir búningana og hengjar upp og gerir svona ýmislegt í kringu liðið, svona bak við tjöldin sem að við kannski gerum ekki grein fyrir en er rosalega mikilvægt sko. Hvað gerir þið fyrir hann í staðinn? Við erum nú eftir að gera eitthvað, við erum bara svo skemmtileg. Ætli við setjum ekki bjór á hana eða eitthvað. En þetta er allavega að þetta sýnir það að starfsfólki hérna, það er að taka dálítið mikið þátt í þessu meira heldur en bara að vera starfsfólk. Já, algjörlega og þetta er svona ómetanlegt starf sem að þau bæði sjá um. Ég meina, hérna getum við alltaf að treysta að gólfið er hreint og allt er til alls og ef okkur vantar auka æfingu eða eitthvað þá hjálpa þau okkur og eins og við sjáum með búningan og svona, þetta er bara svona lítil vinna sem að hjálpa til. Þannig að var þetta hérna með gólfið, þannig að til dæmis ef að leikur tapast þá getum við ekki kennt heim með það neitt? Nei, ekki það, þetta er ekki mikið vinna fyrir Gunna að keyra hérna á einu bíl. Heldur það sé með prófana bíl? Já, það er spurning sko, hvernig það sé ekki bara búin að missa það. En allavega öllu ganni slettu, við bara gangum út frá því að leikurinn verði og það er allir klári í slaginn. Þannig að nú er bara að hvetja fólk til þess að koma. Já, algjörlega. Eina sem að geta hugsanlega verið, það er Tryggvi veðurtöftur í sveitinni. Það er eina, en annars eru allir hér og tilbúnir og já, ætlum bara að reyna að ná einum skemmtilegum sigri í jólagjöf. Er ekki bara síntalega landvíðiskeslan og láta hann á í hann? Já, hvernig væri það? Fá þyrluna? Já, láta Þór borga pakkan. Eli, gangi ykkur vel. Já, takk fyrir það. Sigur og Svavar. Einn af ung og efnilegu strákunum okkar hérna, Þór, Skaginn, það er næsta verkefni. Hvernig leggst þið í þig? Bara vel. Varst þú með í leiknum í fyrra hérna þegar við fengum, þegar Warren fór úr lið og kippti sér úr lið og fekk menn til þess að hóra svona má gæsa hú, varstu þið hérna? Já, ég var bara í stúkunni sko. Það var rosalegt. En segðu mér, hvernig leggst þetta verkefni í því? Ertu nokkuð fann að hugsa um jólin strax? Já, eitthvað. En maður var að fókusa á þennan leik. Já. Og Elli talaði að nú er að koma sigur, er það ekki bara sigurinn, verður það ekki bara þessi auka jólapakki sem við tökum upp í ár? Jó, klárlega. Það er rosalega gott. Ert þú klár í slaginn? Já. Og liðsfélagarnir? Já, já. Herru, ég er alveg full að trú okkur og þegar þú færð þitt tækifæri á morgun, þá skora á þig og skora. Já, ég gera það. Góð gefið. Takk fyrir.